From the Conference Center in Salt Lake City, Utah. This is the í Utah. Þetta morgunhluti sunnudags 197. fyrri aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Ræðumenn eru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist þessa hluta flytur The Tabernacle Choir á Temple Square. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki hagnaðarskyni á heimilum í fjölskyldum eða í kirkju. President Henry B. Eyring forseti í æðsta forsætisráðinu mun stjórna þessum hluta. Bræður og systur, verið velkomin á morgun hluta sunnudags 197. fyrri aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Við sendum kærleika og hlýjar kveðjur til meðlima og vina sem taka þátt í ráðstefnunni víða heim á þessum fallega páskadags morgni. Dallin H. Oaks forseti sem í forsæti ráðstefnunnar hefur beðið mig að stjórna þessum ráðstefnu hluta. Við heilsum aðalvaldhöfum og aðalembættismönnum sem eru viðstaddir á ráðstefnunni. Tónlistin á þessum hluta verður í boði The Tabernacle Choir á Temple Square undir stjórn Mac Wilberg með orgelleik Richards og Andrews Answorth. Við heilsum með þakklæti meðlimum utan Bandaríkjanna sem syngja með kórnum í dag. Þeir koma til okkar frá Danmörku, Englandi, Nýja-Sjálandi, Noregi, Paraguay, Filippseyjum, Puerto Rico, Spáni, Svíþjóð og Wales. Við erum þakklátt fyrir að hafa ykkur með okkur. Kórinn hóf samkomun á því að syngja On this day of joy and gladness og mun nú syngja Christ the Lord is risen today. Inngangsbæn flytur síðan Paul Waff Johnson, aðalforseti sunnudagaskólans, og að honum loknum syngur kórinn Consider the Lilies.
Okkar himneski Faðir, við beygjum höfuð okkar í auðmýkt á þessum páskamorgun og erum svo þakklátt fyrir gjöf sonar þíns, fyrir hans friðþægingafórn og upprísu. Við erum líka þakklátt til að geta verið hér á þessum ráðstöfnum hluta. Við erum þakklátt fyrir alla þá sem gera hana möguleika. Við erum þakklátt fyrir þá sem færa okkur tónlistina og biðjum þig að þinn kraftur megi vera með þeim. Hjálpaðu okkur að opna hug okkar og hjarta og hjálpa okkur að við getum farið áfram og nýtt okkur þessi skilaboð sem þú hefur fyrir okkur. Í nafni Jesú Krists. Amen. Of the
Við njótum nú þeirrar ánægju að hlýða á Dieter F. Uchtdorf forseta sem þjónar sem starfandi forseti 12 postula sveitarinnar. Eftir ræðu hans heyrum við frá Emily Bell Freeman forseta, aðal forseta stúlknafélagsins. Við hlýðum síðan á öldunga Pedro X. Lareal og Edward B. Rove af hinum 70. Eftir þeirra ræðu talar öldungur Ronald A. Rasband 12 postula sveitinni til okkar. Bræður og systur, gleðilega páska. Fyrir nærri 2000 árum fór lítill hópur kvenna á fætur þegar enn var myrkur og lagði leið sína til grafarinnar þar sem líkami ástkærs drottins þeirra Jesú Krists hafði verið lagður til hinstu hvílu. Ég hef reynt að ímynda mér dýpt sorgar þeirra. Ég get það ekki. Ég hef reynt að ímynda mér harm þeirra, hjálparleysi og vonleysi. Ég get það ekki. Kannski var spurningin sem þær allar spurðu, hvernig gat þetta gerst? Hvernig gat maðurinn sem varpaði út illum öndum, læknað örkumla, græddi sjúka, gekk á vatni, ræddi við engla, kendi sæla, von og óendanlega dýr fagnaðarendisins, mettaði fjöldan og reist upp dauða. Hvernig gat hann sjálfur dáið? Í dag skiljum við betur hvers vegna frelsan þurfti að deyja. Við vitum að hvaladauði hans færði endurfæðingu vegna kraftaverks upprisunar. En vissu lærisveinar hans þetta á sínum tíma eða veltu þeir fyrir sér hvort Guð hefði algjörlega yfirgefið þá. Þrátt fyrir þingslin í hjörtum þeirra og ósvaraða spurningar í huga þeirra komust María og félagar hennar að gröfinni. Þær komu ekki í voninni kraftaverk. Þær komu ekki með væntingar að spurningum þeirra yrði svarað. Þær komu sannarlega ekki vegna þess að þær höfðu fullkomin skilning á því sem var að gerast. Þær komu vegna ómældrar elsku þeirra og lotningar fyrir Jesú Kristi. Þær komu með þrá til að gera kærleiksríkt þjónustuverk sem tákn hollustu þeirra og elsku til þess manns sem þær heiðruðu og fylgdu sem hinum fyrirheitna Messíasi. Þær komu vegna þess að þær vissu að þegar heimurinn væri myrkur, væri best að fara í átt að ljósinu sem skín í myrkrinu. Það sem María og þær sem með henni voru uppgötuðu þennan sunnudagsmorgun breyttu heiminum varanlega. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni og þegar þær stigu inn fundu þær ekki líkama drottins Jesú. Þær skildu ekkert í þessu. En þá brá svo við að hjá þeim stóðu 2 menn í leiftrandi klæðum og sögðu við þær. Hví leitið þér hins lifanda meðal dauðra? Hann er ekki hér. Hann er upprisinn. Þessi fundur við tóma gröfina breytti þeim varanlega. Hann breytti heiminum. Margir getur séð Jesú fyrir sér sem smið frá Nasaret eða farand predikara frá Galileu. Þar getur veitt athygli þeim miklu áhrifum sem hann hafði á trúarsögu heimsins. En djarfur boðskapur hinnar tómu grafar sá að Jesús Kristur ekki aðeins sögu persóna. Við leitum hans ekki meðal dauðra. Hann er upprisinn. Við skiljum að hann ekkert frekar bundinn við blaðsíður bókar heldur en að hann hefði verið lokaður inn í steingröfinni. Ritningarnar kenna okkur ekki bara hver Jesús var heldur hver hann er. Vegna þess sem gerðist á þessum sunnudagsmorgni getum við talað Jesú Krist í nútíð. Hann lifir í dag, á þessari stundu. Hann lifir og virkur.
viðvarandi áhrifavaldur í kirkju sinni og í persónlegu lífi þeirra sem fylgja honum. Hann leiðbeinir, huggar, hlustar, sefar ótta okkar og þerrar burtu tár okkar. Boðskapur hins uppreisna Krists að með styrk hans hægt að sigrast á öllum hindrunum. Þar sem Jesús Kristur sigraði dauðan, getur hann vissulega sigrast á hvaða háska, glundroða og efa sem við stöndum frammi fyrir. Himneskir sendiboðar við tóma gröfuna buðu Maríu og félagum hennar tvennt. Í fyrsta lagi, komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Í öðru lagi, farið í skyndi og segið lærisveinum hans, hann upprisinn frá dauðum. Í tímans rás endurómaði frelsarinn álíka boð til allra. Farið út allan heim og predikið fagnaðar erindið öllu mannkyni. Hinir fyrri trúðu gerðu einmitt það. Brátt breyttust út hinn góðu tíðindi upprís Jesú Krist til allra þjóða. Þetta dýrlega verk heldur áfram á okkar tíma við boðum veginn hans í orði og verki í meira en 150 löndum. Það samt þess virði að minnast þess hvernig það hófst. Snemma á sunnudagsmorgni með Maríu og litlum vinahópi sem þrátt fyrir sorg, ótta og ósvaraða spurningar kom að gröfinni tómri og komst að raun hinn dýrlega sannleika upprisu hans. Það hófst þennan páskadagsmorgun þessar fáu konur urðu fyrstu vitni veraldar að allra mesta atburði í sögu heimsins. Við verðum öll að gera það sama. Við verðum að koma að hinni tómu gröf, upplifa raunveruleika merkingar hennar og miðla síðan öðrum þeim vitnisburði. Þótt aldir aðskilji okkur frá þessum helga degi, þá erum við meðal þeirra sem Jesús vísaði til hann sagði. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Frelsarinn hefur treyst hverju okkar persónulega fyrir helgri andlegri reynslu og þekkingu. Vegna þessara reynslu getum við sjálf séð merkingu hinnar tómu grafar, að Jesús Kristur lifir og blessar á virkan hátt alla sem leita hans. Við getum líka staðist áskorun Jesú og breytt út hinn dýrlegu tíðindi tóma gröfina. Við getum þjónað í fasta trúboði sem mun færa ævilangar blessanir, ekki aðeins núna heldur komandi kynslóðir. Við getum fundið endurnýjaða staðfestu og tekist á við það áskorun að verða trúboðar alla ævi með hugrekki og auðmýkt í daglegu lífi sem lærisveinar. Við getum gengið veg Krists og þjóna Guða kappi dag og nátt. Að lifa eftir boðskap hins uppreisna Krist ber vitni hollustu okkar og elskullu frelsarans. Það getur vel verið að stöðug hugdjörf og auðmjúk þjónusta og kærleiksverk í þágu Guðs og barna hans muni tala mikið skýrar og kröftugar en við getum nokkru sinni með orðunum einum saman. Sumir getu hika við að skuldbinda sig að fullu vegna ósvaraðra spurninga sem tengdust aðstæðum lífsins, fagnaðar erindinu eða kirkjunni. En líkt og María og fólki sem var með henni þennan morgun, þá stígum við fram í trú, jafnvel þegar allt verið stimmt af hugrekki og auðmýkt og göngum í átt að ljósi frelsarans. Þegar við gerum svo mun trú okkar vissulega að lokum verða umbunað með uppljómum skilnings. Líkt og hlýja og birta morgun sólarinnar munum við finna kærleika og lækningu sonar Guðs.
Myrkrið mun víkja fyrir eilífu ljósi. Megi só, kæru bræður og systur, hvern morgun minn okkur á dag hvern að það Jesú Kristur ljósið sem leiðir okkur í gegnum þetta líf, í gegnum hvert dimman dal sorgar, yfir falleg fjöll gleði og yfir hvert haf óvissun og freistingar, örugglega aftur til okkar kærleiksríka og miskunnsama föður á himnum. Bræður og systur, þegar við þráum að mæta Kristi, verðum við að lokum að leggja leið okkar að tómri gröfinni. Við verðum að koma sjálf að hinum blessuðu orðum. Þið skuluð eigi óttast, Jesús hinn krossfesti ekki hér, hann upprisinn. Þessi orð munu breyta okkur. Þau munu veita okkur hvatningu til að taka okkur nafn Krists og allt frá þeirri stundu mun ljós Krist byrja að blómstra innra með okkur. Það mun með tímanum valda mikilli breytingu í hjörtum okkar og blessa okkur með stöðugri tilhneigingu til góðra verka. Jesus Christ and his restored gospel is our strength. Jesús Kristur og endurreist fagnarendi hans verða okkur leiðarvísa við ákvarðantökum sem færi gleði og hamingju í þessu lífi og áfram í eilífðinni. Nei, við vorum ekki með Maríu þannig blessaða páskadagsmorgun. Við sáum ekki það sem hún og hinar konurnar sáu. Við getum þó spurt okkur, hvað höfum við séð, fundið eða upplifað? Eigum við því ekki að verða vitni Jesú Krist? Eigum við ekki að miðla öðrum elsku okkar til hans? Kæru vinir, á þessum páskadagsmorgni ber ég vitni mitt. Hann upprisinn. Ég hef staðið við inngang hinnar tómu grafar og séð með andlegum augum hinn eilífa sannleika að Jesú Krist ekki að finna meðal hinna dánu, heldur meðal lifenda. Hann lifir. Þessi vitnisburður hefur gert gæfumuninn í lífi mínu. Þessi fundur við gröfina mun gera slíkt hið sama fyrir alla þá sem leita hans af einlægni. Hann mun skipta ykkur máli. Kæru vinir, megum við ganga hans vegi sem glaðir og stöðugir lærisveinar okkar ástkæra frelsara, hins upprisna. Bæn mín og blessun í hinu heilaga nafni Jesú Krists. Amen. Fyrir nokkrum vikum byrjuðum við að skipuleggja brúðkaup dóttur okkar. Af mikilli gleði leyfðum við okkur að dreyma og veltum fram hugmyndum við hugleitum alla möguleikana. Þá fékk eiginmaður minn Greg símtal sem hann gat ekki hunsað. Það var krabbameinslæknirinn sem staðfesti það sem við vonuðum og væri ekki satt. Krabbamein Gregs hafi tekið sig upp aftur. Ekki ótrúlegt hvernig hægt að fara frá besta deginum til versta dagsins á nokkrum mínútum. Þetta allífið. Vettvangur til að sanna sig. Staður sem hannaður til vaxtar. Ég hef lært að Guð leyfir jarðlífinu að hafa sín áhrif á okkur og það felur í sér bæði bestu og verstu dagana. Hvernig komumst við í gegnum þá daga? Sagan af Pétri kennir okkur að styrkur hlýst af því að ganga með Kristi og halda okkur fast að eilífum sannleika hans. Þegar Jesú kom í byggði Sesaríu Filipi, spurði hann lærisveina sína: Hvert segið þið mig vera? Þeir höfðu séð tóm net fyllast, storma á sjónum stillast, brauð margfaldast og dauða rísa upp. Þegar Pétur svaraði: Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs, svaraði Jesú: Sæll ert þú, Símon, engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Þessi dagur hlýtur að hafa verið eins og besti dagurinn. Andinn staðfestir eilífan sannleika og Pétur bar vitni hann af hugdýrfsku. Aðeins 3 versum síðar átti sér svo stað breyting. Þegar Jesú hóf að tala dauða sinn átaldi Pétur hann og sagði: Þetta má aldrei fyrir þig koma. Vík frá mér, Satan, var tafarlaust svar frelsarans.
Pétur hafði góðan ásetning. Hann vildi ekki að frelsarinn dæi, en hann miskildi áætlun Guðs fyrir son sinn. Saga Péturs fór frá besta degi til versta dags í 3 versum. Af frásögn Péturs lærum við að skilningur okkar á eilífum sannleika mótast ekki á einu augabragði. Vitnisburður byggist upp yfir ákveðin tíma, dag eftir dag, bæði bestu og verstu dagana. Þessi eilífi sannleikur er oft reyndur með boði. Í Mattheus 14 lentu Pétur og hinir lærisveinarnir í stormi þegar Jesú nálgaðist bátinn. Pétur hrópaði: ef það þú, drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesú svaraði með boði: kom þú. Pétur stéð þá út úr bátnum. Hann gekk á vatninu til hans. Besti dagurinn. Strax á næsta versi lesum við að Pétur hafði séð vindinn, orðið hræddur og tekið að sökkva. Verstu dagurinn á augnabliki. Hafið þið einhver tíma meðtekið boð frá drottni og svo fundist ekki nógu hæf til þess? Við vitum öll hvað það er að efast, að upplifa mikil vonbrigði. Gæti samt á því hvar Jesús var þegar Pétur tók á móti boði sem virtist og viðamikið. Hann var ekki að hrópa fyrirmæli frá landi eða veita ráð frá öryggi bátsins. Hann var í vatninu með Pétri innan seilingafjallaðar. Þegar þið takið á móti boði drottins, bæði á ykkar bestu dögum og þeim verstu, mun það sama eiga við ykkur. Við skulum nú íhuga eina sögu að lokum. Í þetta sinn skulum við byrja á versta deginum. Nótina sem Kristur var handtekinn neitaði Pétur 3 sinnum að þekkja hann. Og þá gól haninn. Lúkas ritar: Drottinn vék sér við og leit til Péturs. Ég hugsa oft þann svip. Jesús vissi að það versta var ekki yfirstaðið. Hann vissi að mjög erfið reynsla væri framundan. Þegar Pétur sá þann svip, segir Lúkas okkur að hann hafi munið eftir viðvörun Jesú að haninn myndi gala. Ég kemst ekki hjá því að velta því fyrir mér hvort Jesús hafi verið að muna eftir þeim hughristandi orðum sem hann hafi mælt í Péturs fyrir daginn. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Og styrk þú trúsyskinni þín þegar þú ert snúin við. Ef til vill var það ekki augnaráð sem segði að hann var í misefnaður, heldur var það virkjandi augnaráð sem átti að hjálpa Pétri gegnum þær verstu stundir sem framundan voru, réttarhöldin, krossin, gröfin. Eftir þessa erfiðu dag og eftir langa nótt á veiðum stóðu Pétur og Jesús á Galileu strönd. Þann dag lagði frelsarinn fram annað boð. Gæt þú sauða minna. Trú Péturs hafði ekki brugðist og vegna djúprar elsku hans til Jesú Krist var enn mikið verki vændum fyrir hann. Pétur átti eftir að verða meira en bara fiskimaður. Hann myndi nú verða hirði. Stundum gætum við velt því fyrir okkur hvort lofar drottins muni sannarlega uppfyllast í okkur, engum þegar allt virðist glatað, sérstaklega á okkar verstu dögum. Frásögn Péturs minnir okkur á að þau munu gera það. Sagan geti benti þess að Pétur hafi verið maður sem reyndi að standa í vegi fyrir áætlun föðurins sem drukknaði nærri því vegna trúarleysis og neitaði 3 sinnum að þekkja frelsarann. Og það væri satt. Það er samt líka rétt að Pétur gekk á vatni. Hann var fyrsti postulinn til að bera vitni að Jesú Kristur er sonur Guðs og honum voru veittir prestamis lyklar til að vera í forsæti kirkju drottins. Og kannski tók það bæði verstu dagana og bestu dagana fyrir Pétur að verða sá sem drottin vildi að hann yrði. Ég veit ekki hvernig ykkar saga lítur út eins og hvort dagurinn í dag sé besti eða versti dagurinn, en hér er ráð mitt til ykkar. Á þessum versta degi með Greg fyrir nokkrum vikum opnaði ég leiðavísi minn til styrtar ungmennum og velti fyrir mig hvort eilífur sannleikur, boð og lofaði blessanir leiðavísi sem gætu í raun hjálpa Greg og mér að finna styrk í Kristi. Hér er það sem ég las. Kannski geta þessi orð hjálpað ykkur. Áætlun Guðs er fyrir ykkur. Hann hefur allt vald og veit alla hluti. Þið getið treyst honum, jafnvel þegar lífið er erfitt. Guð vill eiga samskipti við ykkur. Hann þekkir ykkur. Hann þekkir ykkur með nafni. Úthelli hjarta ykkar fyrir honum. Sýnið stilli og hlustið eftir svörum hans. Jesús Kristur mun hjálpa ykkur. Þegar þið hafið áhyggjur, hræðist eða eigið erfitt á einhvern hátt mun hann hughreysta ykkur.
Gangið í ljósi Guðs. Þið takið betri ákvarðanir þegar þið sjáu hlutina skýrt. Helgi athafnir og sáttmálar musterisins veit ykkur aukin aðgang að blessunum Guðs. Þeir hjálpa ykkur að stýra lífi ykkar með guðlegri leiðsögn, auka samfélag ykkar við andan og við engla og gera ykkur kleift að lifa samkvæmt forréttindum ykkar og nóta kraft Guðs. Að lokum, Jesú Kristur færi gleði. Þið gætu átt slæmandag, viku eða ár. Hafið bara hugfast. Gleði er ekki fjarvera sorgar í lífi ykkar. Það er nærvera Jesú Krist í lífi ykkar. Þegar þið verrið tíma í þessari handbók munu þið byrja átt ykkur á því að þetta er ekki bara leiðavísi fyrir staðla. Þetta er leiðavísir til styrtar. Vegna þess að Jesú Kristur veit allt bestu og verstu dagana, svo mikla þjáningar að engill var sendur honum til styrtar, svik við góðan vin, krossinn á Golgata. Saga hans hefur þó líka geyma garð, stein sem velt var frá og tóma gröf. Vegna hans, sama hversu slæmt ástandið er núna, eru bestu dagar ykkar framundan. Jesús Kristur er styrkur okkar. Þetta ber ég vitni í nafni Jesú Krist. Amen. Kæru bræður og systur, vitið þið hve heitt frelsarinn elskar ykkur? Ef þið vitið það ekki, eða hafi aldrei hugsað það áður, þá vona ég að í lok þessa boðskapar muni þið vita hvernig finna á svarið við þessari spurningu. Fyrir nokkrum vikum, á trúarsamkomu fyrir nemendur í Brigham Young Háskóla, hóf spámaður okkar, Dallin H. Oaks forseti, ræðu sína á því að miðla þessari hugsun. Tilvitnun. Mér finnst ég eiga að leggja áherslu á þá aðvörun Russell M. Nelson forseta sem að færiði okkur, að á komandi tíð verður ekki mögulegt að komast af andlega án þess að nota stöðugrar handleiðslu, huggunar og áhrifa heilags anda. Ein af mörgum ástæðum þess að þið þarfnist stöðugra áhrifa heilags anda er svo að þið lifið á tíma þegar óvinnurinn hefur náð svo miklum árangri í því að dylja sannleikan. Og þið munið ekki láta blekkjast ef þið hafið ekki heilagan anda. Við getum endurnýjað þessi áhrif heilags anda í hverri viku með því að búa okkur persónulega undir að meðtaka sakramentið. Hinn uppreisni drottinn lagði áherslu á mikilvægi sakramentisins þegar hann heimsótti Ameríku og innleiddi þessa helgiathöfn meðal hinna trúföstu nefíta og lamaníta. Hann blessaði ták sakramentisins og gaf þau lærisveinum sínum og fjöldanum og bauð þau jafnframt. Og þetta skulu þér gjöra fyrir þá sem iðrast og skírðir í mínu nafni. Og þér skulu gjöra það til minningar blóð mitt sem ég hef úthellt fyrir yður. Svo að þér berið því vitni fyrir föðnum að þér hafi mig ávallt í huga. Og ef þér hafi mig ávallt í huga, skal andi minn ætíð vera með yður. Sakramentið er svo helgiathöfn sem kemur í stað blóðfórna og brennifórna Móselögmálsins. Þegar við meðtökum helgiathöfn getum við hlotið þau loforð sem frelsarinn hefur gefið. Í 3. Nefi 9:20 lesum við: Og hvern þann sem kemur til mín með sundurkramið hjarta og sár iðrandi anda mun ég skýra með eldi og heilugum anda. Þegar við meðtökum þessa helgiathöfn með sundurkrami hjarta, lofa drottinn okkur þeirri blessun að njóta samfélags og stöðugrar leiðsagnar heilags anda. Sakramentið táknar friðþægingu Jesú Krists. Hvernig getum við ekki fundið
fyrir hinni miklu elsku til hans til okkar á þessari helgu stundu við beinum allir athygli á honum og einbeitum okkur að friðþægingarfórn hans. Hvernig getum við ekki fundist við vera mikilvæg þegar við minnumst þess að hann bauð sig fúslega fram til að vera málsvari okkar hjá föðurnum. Í Lúkasi 22:19-20 lesum við: og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Gerið þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikin eftir kvöldmáltíðin og sagði: þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður úthellt. Þegar Kristur mælti þessi orð sem finna má í Lúkasi, beindi hann athygli sinni að okkur. Sakramentið var gefið okkur til góðs. Takið aftur eftir því sem hann segir: þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Og í næsta versi segir hann: þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður úthellt. Kæru bræður og systur, Drottinn notar fornafnið yður aftur og aftur til að undirstrika og minna okkur á að sakramentið fyrir okkur, fyrir þig og fyrir mig. Helgi athöfn sakramentisins gerir sakramentisamkomuna að helgustu og mikilvægustu samkomu kirkjunar. Meðan á sakramentinu stendur, ættum við að kappkosta að útiloka hverja veraldlega hugsun úr huga okkar. Þetta stund til að vera bænheit og lotningafull, ekki stund til að lesa veraldlega bækur eða tímarit, né heldur stund til að hugað farsímanum okkar. Þessi helga stund til þess að finna elsku hans til okkar og minnast hans, til að vita að við erum aldrei ein og að andi hans verði með okkur til að liðsinna okkur í raunum og erfileikum. Dallin H. Oaks forseti kendi: með því að taka vikulega og réttilega þátt í helgi athöfn sakramentisins verðum við hæf fyrir loforðið að andi hans sé ætíð með okkur. Gjöf heilags anda áttavitin sem leiðir okkur til að taka réttar ákvarðanir og helga okkur frá allri synd. Á þessum páskadegi þegar við minnumst upprisu Jesú Krists, langar mig þið yfirgefið staðinn í dag að bjóða ykkur af öllum mætti og allri elsku að vera staðráin í að efla andlegan undirbúning ykkar og lotningu þið meðtakið sakramentið. Það nauðsynlegt. Eins og Nelson forseti sagði, þá verður ekki hægt að komast af andlega án samfélags heilags anda á þessum síðari dögum. Ég veit að Jesús Kristur lifir og þekkir okkur. Hendur hans alltaf útréttar og tilbúnar til að hjálpa okkur. Hann elskar okkur meira en við fáum skilið. Það bæn mín að sérhvert okkar muni finna elsku frelsarans. Við meðtökum sakramentið og munum njóta áhrifa heilags anda á þeim tímum andstæðingurinn uni sér ekki hvíldar. Ég ber vitni hinn helga möttur spámanns okkar, Dallins H. Oaks, sem spámanns, sjáanda og opinberara. Í hinu helga nafn Jesú Krists. Amen. Þegar ég hlusta á Sister Freeman og hlusta á góða og slæma daga, komst ég að því að ég myndi einnig finna út hvernig þetta verður, eða var.
Á þessum páskadagsmorgni langar mig að deila með ykkur reynslu sem hjálpaði mér að skilja hversu mikið við hörnumst leiðsagnar Jesú Krists í lífi okkar. Ég bið þess að heilagur andi beri vitni hinn uppreisna Krist og að þrá okkar til að fylgja honum muni aukast. Fyrir nokkrum árum sem ungur lögfræðingur tók ég þátt í að leysa landamæradeilu ríkja sem höfðu átt þátt í stríði. Þetta starf krafðist þess að ég ferðaðist fótgangandi afskekkt svæði sem voru hluti af svæði hins nýafstaðna stríðs. Þúsundir jarðsprengja höfðu verið lagðar í stríðinu. Sérfróðir jarðsprengimenn voru á staðnum og unnu að því að óvirkja sprengjurnar, en allar staðsetningar sprengjana voru þó ekki þekktar. Þar af leiðandi steig fólk stundum óvart á þær og slasaðist eða lét lífið. Til að hjálpa mér að ljúka verki mínu hafði ég fengið með mér sérstakan leiðsögumann að nafni Vinta. Vinta var vel þekktur á svæðinu. Hann var frá landamærabæ sem ráðist hafði verið á. Hann hafði komist undan og síðan boðist til að dvelja á svæðinu út stríðið til að fylgjast með aðgerðum óvinahersins. Hann þekkti landslagið og hvað hafði gerst í stríðinu. Það sem mögulegt var að sum svæði sem ég myndi ferðast hefðu ófunnar jarðsprengjur voru mér gefnar eftirfarandi leiðbeiningar. Fylgdu vandlega leiðsögumanninu þínum. Vinda þekkir þetta landamærasvæði af eigin reynslu. Gakktu í fótspor hans nokkrum skrefum á eftir honum. Hvert sem hann fer þú. Þar sem hann stígur niður, stígur þú niður. Ég átti að bókstaflega að feta í fótspor Vinta. Í nokkra daga elti ég Vinta í gegnum mörg svæði á landamærunum. Í fyrstu var ég óöruggur og kvíðinn ég stundum gekkum yfirgefnar skotgrafir, eyðileg þorp og önnur svæði þar sem herirnir hafðu dvalist. Því meira sem við gengum saman af öryggi, því meira jókst sjálfstraust mitt. Þökk sé Vinta, lauk ég verki mínu áfallalaust og sneri öruggur heim aftur. Ég fylgdi í fótspor hans, gangandi með leiðsögumanni mínum, öðlaðist ég mikið traust og þakklæti fyrir hann. Bræður og systur, hversu mikið sem ég þarfnaðist Vintu sem leiðsögumanns þá hefur mér læst það sem mikilvægari að ég þarfnast Jesú Krists til að leiða mig í gegnum lífsins ferðalag, mitt í andlegum jarðsprengjum þess. Við gerum það öll. Boð hans stöðugt og óbreytanlegt. Komið og fylgið mér. Gakk með mér. Snúið til mín. Boð hans til allra, hver sem við erum, hvar sem við erum. Hann býður öllum að koma til sín og verða gæsku sinnar aðnjótandi. Hann neitar engum að koma til sín. Jesús Kristur neitar engum. Enginn þarf að ganga einn. Sonur Guðs, Faðir himins og jarðar, skapari alls frá upphafi, býður okkur sem erfiðum og þunga hlaðin, af veikleikum okkar og ófullkomleika, að ganga með sér sem leiðsögumanni. Jesús Kristur var algjörlega hlýðinn föðurnum og sagði: Ég hef sýnt þér fordæmi, því að það sem þér hafið séð mig gjöra skuli þér og gjöra. Þegar við keppum að því að fylgja fullkomnu fordæmi hans, mun hann styrkja okkur og vernda gegn andlegum jarðsprengjum Satans. Þótt friðþæging frelsarans sé óendanleg, þá boð hans einstaklingsbundið. Hann býður þér og mér að meðtaka sig sem okkar persónulega leiðsögumann. Hann þjáðist ekki aðeins fyrir mannkynið. Hann þjáðist fyrir sérhvert okkar. Líkt og Russell M. Nelson forseti kenndi, Jesús Kristur tók á sig syndir ykkar, sársauka ykkar, sorgir ykkar og vanmátt ykkar. Í stuttu máli þá þekkir hann ykkur persónulega á því hvernig á að leiðbeina ykkur, byggt á sérstökum styrkleikum ykkar, veikleikum
og aðstæðum. Though our paths in life Þótt lífsleiðir okkar séu einstakar, þá ber sérhverju okkar að vera inn á sáttmálsveginum. Því hann er vegur Krists. Við förum inn á þann veg og tengjumst Jesú Kristi sem leiðbeinanda með því að iðka trú á hann, iðrast og gera helg loforð eða sáttmála við hann. Við fetum í fótspor hans á sáttmálsveginum með því að vera á helgum stöðum, líkt og musturinu, og með því að eiga helgar stundir við meðtökum sakramentið, biðjumst fyrir, lærum ritningarnar og þjónum honum. Því meiri tíma sem við verjum með leiðsögumanni okkar á þennan hátt og kappkostum að fylgja fordæmi hans, því sterkari tengsl munum við þróa, svo og sérstakt samband við hann og himneskan föður okkar. Við munum skynja elsku frelsarans, verða blessuð með styrk hans og treysta honum enn betur. Jafnvel eðli okkar mun breytast til að líkjast honum meira. Við munum finna aukna gleði, elska okkar og þakklæti til hans mun vaksa. Þótt frelsarinn sé okkar fullkomni leiðsögumaður, þá erum við ófullkomnir fylgjendur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Okkar kærleiksríki himneski faðir vissi að svo myndi vera. Þess vegna sá hann okkur fyrir frelsara og vegna þess að Kristur uppfyllti tilgang lögmálsins með friðþægingu sinni, gaf faðir honum allan kraft til að lækna okkur algjörlega við göngum ófullkomlega. Ég veit að það er sannleikur. Þegar ég hef orðið fyrir skaða af andlegum jarðsprengjum, hef ég upplifað endurleysandi og græðandi kraft Krists með því að iðka trú á hann og iðrast af einlægum ásetningi. Ég hef læknast andlega af Jesú Kristi. Ég lofa að þið geti það líka. Takið á móti boði hans. Viljið þér nú ekki snúa til mín og iðrast synda yðar og snúast til trúar, svo ég megi gjöra yður heila. Armur miskunnar minnar er útréttur til yðar og ég mun taka á móti hverjum þeim sem koma vill. Jesús Kristur er því ekki aðeins fullkominn og persónulegur leiðsögumaður. Hann er líka hinn upprisni lausnari og meistara læknir. Sama hversu sköðu þið eruð, eða ófullkomin og ófullnægjandi í því að fylgja honum, þá elskar hann ykkur. Armur miskunnar hans er útréttur til ykkar. Já, núna. Takið í hann. Megum við öll taka á móti boði Krists þennan páskadagsmorgun að hann verði leiðsögumaður okkar og ganga með honum. Og þegar við eigum erfitt eða villumst frá, skulum við snúa aftur til hans í þeim tilgangi að hann megi lækna okkur, að hann megi lækna þig, líkt og Dalian H. Oaks forseti sagði, Jesús Kristur er vegurinn. Þetta ber ég vitni. Ég ber vitni hinn upprisna Krist sem ég elska. Í nafni Jesú Krists. Amen. Páskadegi heiðra og fagna allir kristnir, bræður og systur í drottni, upprisu lausnar okkar Jesú Krists. Upprisa hans og fyrir þæging eru áhrifamestu, víðtækustu og helgustu atburðir allrar mannkynssögunar. Jesús Kristur og upprisa hans er kjarni kenningar kirkju Jesú Krist sem síðari daga heilugur. Spámaðurinn Jósef Smith, fyrsti spámaður endurreisnarinnar, sem sá og ræddi við Guð föðurinn og hans elskaða son kendi. Grundvallarreglur trúar okkar eru vitnisburður postulana og spámannana Jesú Krist, að hann dó, hann var grafinn og reis upp á þriðja degi og stíð upp til himins. Sem postuli kallaður af Jesú Kristi
ber ég öllum heiminum vitni þennan sannleika. Jesús Kristur Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs, almáttugur Guð Gamla testamentisins, ljós heimsins í Nýja testamentinu, Messías og frelsari heimsins í Mormonsbók og öðrum síðaritaka opinberunum. Hann kom, var krossfestur og hann reis upp aftur. Eftir 3 daga í lánaðri gröf rauf Jesús Kristur helsi dauðans sem fallið innleiddi. Með upprisi sinni tryggði hann okkur öllum börnum Guðs sáluhjálp frá líkamlegum dauða aldir. Það á við þau réttlátu sem lofa hann sem son Guðs og hina ranglátu sem einhvern tíma muni viðurkenna hann sem konungana. Þar sem því spáð að hvert kné mun beygja sig og sérhver tunga viðurkenna að Jesús Kristur. Þegar María og fleiri trúfastar konur nálguðust gröfina til að hirða líkama drottins síns, fundu þær 2 engla sem tilkynntu: hann ekki hér, hann upprisinn. Þessi dýrlegu orð, hann upprisinn, hafa vakið trúarathafnir, þakklæti, trú á Jesú Krist og loforð hans aldir. Dallin Oaks forseti hefur vitnað. Upprisan trúarstoð okkar. Hún gefur kenningu okkar þýðingu, hegðun okkar hvatningu og framtíð okkar von. Jesús Kristur meira en dauðleg mannvera sem lögð var í jötu, meira en vinur, kennari, rabbíni, hirðistjórn eða spámaður. Hann hinn eingetni sonur föðurins. Að guðlegri skipan sameinuðust líka með hans og andi í upprisinni að hans guðlega mætti. Hvílíkur stórbrotin atburður í eilífri áætlun himnes föður. Hinn upprisni Jesús Kristur birtist Maríu fyrst og nefndi hana blíðlega með nafni. Hann birtist postulum sínum og sagði: þreifið á mér, gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Hann gekk með 2 lærisveinum sínum á veginum til Emmaus sem báðu: dvel hjá okkur. Hinn upprisni drottinn, óendanlegur og eilífur, birtist hundruðum í landinu helga. Frásagnir í Mormonsbók, öðru vitni Jesú Krist, bera líka vitni upprisu hans. Á samkomu í musteri í Nýja heiminum í landi Nektarbrunns heyrðist rödd frá himnum sem sagði: sjá minn elskaða son sem ég hef velþóknun á, í honum hef ég gjört nafn mitt dýrleg. Líðið á hann. Þau sáu síðan mann stíga niður á himni og hann var klæddur hvítum kyrtli og hann stíg niður og stóð mitt á meðal þeirra og hann rétti fram hönd sína. Ég elska þá ímynd af honum að rétta fram hönd sína. Hann sagði: sjá, ég Jesús Kristur sem spámennirnir vitnuðu að koma myndi í heiminn. Þessi framrétta hönd var vel þekkt í jarðnesku þjónustu hans. Hönd hans bjargaði Pétri hann tók að sökkva í ókyrlátum öldum Galíleuvats. Hönd hans var rétt fram til þess að bæklaði maðurinn við Betsedalslaugina myndi standa upp og ganga. Með höndum sínum laugaði hann fætur lærisveina sína og tók brauðið, gerði þakkir, braut það og innleiddi sakramentið í minningu sig. Hann lofaði spámanninn Jesaja: óttist eigi því að ég með þér, því að ég þinn Guð, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Þetta loforð ætlað okkur öllum. Hann stóð frammi fyrir þeim upprisinn og sagði: rísið á fætur og komið til mín, svo að þér getið þrýst höndum yðar á síðu mína og einnig fundið naglaförin á höndum mínum og fótum, svo að þér megi vita að ég Guð Ísraels og Guð allrar jarðarinnar og hef verið deyddur fyrir syndir heimsins.
Fjöldi 2500 sálna gekk fram og allir sáu með augum sínum og fundu með höndum sínum og vissu með öruggri vissu og báru vitni að þetta væri hann. Hann bauð að lítil börn þeirra skildu leitt fyrir hann og hann tók þau hvert af öðru og blessaði þau og baði til föðurins fyrir þeim. Þessi sviðsmynd af honum, upprisnum, með framréttar hendur sem eitt sinn voru negldar á kross, snerta mig djúpt. Fyrir nokkrum árum á aldarráðstefnu talaði ég barnabarn okkar, Paxton, sem fæddist með afar sjaldgæfan litningarsjúkdóm. Foreldrar hans hefðu borið hann til frelsarans en hann bauð að allir sem væri þjáðir og einhvern hátt kæmu til hans, svo hann gæti gjört á heila. Paxton lifði 3 dýrmæt ár, hann gat ekki talað, skriðið, gengið að hlaupið á eftir bræðrum sínum. Paxton litli rétti fram hendur sína til okkar og til frelsar okkar með kærleik og umhyggju. Ég man eftir því þegar faðir Paxtons og ég gáum honum fyrst prestamisblessun, þegar eins og í ritningunum verk Guðs skyldu opinberað verða á honum. Þau voru það. Hann veitti fjölskyldu okkar ómælda gleði. Fjölskyldur sem hafa slíkan dýrmætan meðlim vita hve mikil forréttindi það eru að vera blessu með þeim sem hefur sér þarfir. Öll fjölskyldan öðlaðist aukla djúpt og varanlega traust á drottin fyrir samskipti sín við Paxton. Guð rétti loks fram hönd sína og tók hann heim. Orðin í sálmunum tjá þetta allt saman. Að kveldi gistir og skrátur, en gleðisöngur að morgni. Sú gleði er líkt og frelsarinn sagði, ég lifi og þér munu lifa. Ég veit að blíður andi Paxtons og líkami hans muni sameinast aftur í fullkominu umgjörð. Fyrir kraft friðþægingar Jesú Krist verður gleði hans ekki aðeins upprisin líkami, heldur líkami sem er upprisin, heill og fullkomin. Allir sem lifað eða hafa lifað, sem koma til Krists og lifa eftir fagnaðarerindi hans, munu upplifa gleði umfram alla jarneska tjáningu. Þegar við sameinumst aftur, upprisin með föður okkar á himnum og Jesú Kristi, foreldrum okkar, öfum okkar og ömmum, systkinum okkar, frængum, frændum og áum. Megum við fyllast friði, kæri bræður og systur, því að drottin hefur lofað, þar sem ég er, þar geti þér einnig verið. Megum við trúa orðum drottins í Jesaja, ég hef rist þig á lófa mína. Megum við vitna hann með lifnaðarháttum okkar og elsku. Megum við skynja þessi áhrifamiklu orð fyrir sál okkar. Hann er upprisinn. Hann er upprisinn. Segið það með gleðiröddu, svo að gjörvöld jörð fagni. Sem sérstakt vitni, nafns Jesú Krist, dýrðar konungs, hins sigri hrósandi Messíasar, hinnar björtu morgunstjörnu og á þessum páskadagsmorgni, upprisu og lífs, ber ég vitni hann í lotningu og þakklæti. Í nafni Jesú Krist. Amen. We invite Við bjóðum söfnuðinum að standa upp og syngja með kórnum. Rejoice, the Lord is King. Að söngloknum hlýðum við og öldum Dale G. Renlund í 12 postula sveitinni. Að ræðu hans lokinni hlýðum við og öldunga Thierry K. Mutombo og Alan R. Walker af hinnum 70. This
is the Sunday morning session of the 196th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Years ago, Fyrir mörgum árum átti fjölskylda okkar lítinn svartan hund, dvergpúðlu sem hétt Lady. Lady var klár, kraftmikil og frábær í að sækja bolta. Hún var tilbúin að sækja bolta hvenær sem var, hvar sem var og eins lengi og eitthvað var tilbúin að kasta honum. Dag einn, eftir að hafa ítrekað kasta bolta fyrir hana, ákvað ég að kasta 2 boltum samtímis. Einum bláum og einum gulum. Lady elti bláa boltan, tók hann upp, byrjaði að hlaupa aftur til mín og sá þá gula boltan. Hún sleppti bláa boltanum, hljópa gula boltanum, tók hann upp og stemdi aftur til mín. Þá virtist hún hugsa bláa boltan. Sleppti gula boltanum, sneri sig við, hljópa aftur af bláa boltanum, tók hann upp og kom aftur tilbaka. Þegar hún var að fara fram hjá gula boltanum, stoppaði hún, sleppti bláa boltanum og tók gula boltan og hélt áfram að hlaupa tilbaka. Þá sleppti hún gula boltanum, sneri sig við, skoppaði aftur af bláa boltanum, tók hann upp og byrjaði að hlaupa til mín. Þegar Lady hljóp fram hjá gula boltanum aftur, snar stoppaði hann. Hún sleppti bláa boltanum, horfði fram og tilbaka á bláa boltan og gula boltan. Eftir það gafst hún upp. Gekk að körfunni sinni og lagðist niður. Fyrir Lady voru 2 boltar of mikið. Hún varð ráðvillt, yfirbuguð og vonlaus. Í lífi okkar þurfum ekki bara að takast á við bláar og gular áhyggjur, heldur einnig rauðar og grænar, appelsínugular og fjólbláar, doppóttar og röndóttar og allar mögulega samsetningar. Okkur líður kannski svo Lady, yfirbuguð og vonlaus og viljum bara skríða aftur upp í rúm. Ég get ekki bætt meiri tíma við daga ykkar eða útiloka þær mörgu áhyggjur sem nútíma líf færir. Ég get þó veitt þessa leiðsögn. Öll mál eru ekki jafn mikilvæg
Og það hjálpar okkur að forgangsraða því sem hefur mesta gildi til að hafa eilífa yfirsýn. Við skulum íhuga á þessum páskasunnudegi hvers vegna það er dýrmætast fyrir okkur að einblína á Jesú Krist og óviðjafnanlegt líf og algjöra friðþægingu hans og hvers vegna það hjálpar okkur. Og það hjálpar okkur saman hversu mörg önnur áhyggjuefni við þurfum að takast á við. Líf hans, þjónusta, ávextir, friðþægingar hans, blessa okkur óendanlega og daglega. Jesús lifði og dó til að gera vilja föður síns. Óendanleg friðþæging hans, sú atburðarás sem hann upplifði allt frá Getsemanni til dauða síns á krossinum og áfram til dýrlegar og upprisunnar, er kjarnin í sáluhjálparáætlun himnens föður okkar. Áætlunin var byggð á Jesú Kristi. Það var engin valkostur. Hann lauk friðþægingunni og hlaut þannig allt vald á himni og jörðu. Vegna veruleika, miskunnar og náðar Jesú Krists getum við snúið aftur heim til himnes föðurs og lifað í návist hans. Þetta er einungis mögulegt með hjálp Jesú Krists. Frelsarinn sjálfur sagði: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús sem leiddi okkur til hjálpræðis hefur mátt til að gera fyrir okkur það sem við getum ekki gert sjálf, því hann fullkomnaði friðþægingu sína. Íhugið þessar ástæður, þess að við höldum páska hátíðlega. Í fyrsta lagi sigraði Jesús Kristur dauðan. Hann bókstaflega reis úr gröfinni. Vegna hans er upprisan algild og skilyrðislaus gjöf fyrir allra sem til jarðar koma. Dauðinn er ekki endir alls, því andinn og líkaminn munu sameinast á ný og verða aldrei framar aðskildir. Í öðru lagi hefur Jesús Kristur bæði kraftinn og þrána til að frelsa okkur frá syndum okkar. Vegna Jesú Krists mun hin mikla endurlausnaráætlun samstundis ná til okkar þegar við iðrumst og fylgjum honum. Lausnarinn leið refsingu fyrir syndir, brot og mistök allra. Hann getur og mun lýsa alla saklausa sem á nafnans trúa. Iðrast og fylgja sáttmálsveginum og leitast við að standast allt til enda. Allir menn geta orðið hólpnir vegna hans og friðþægingafórnar hans. Allir þýða allir. Ef allir, þá hver sem er. Ef hver sem er, þá jafnvel hinn eini. Og ef jafnvel hinn eini, þá jafnvel þú. Jesús Kristur hefur óendanlega getu til að fyrirgefa og lofar að jafnóft og fólk mitt iðrast mun ég fyrirgefa því brot þess gegn mér. Vegna Jesú Krists skilja syndir sem við einlega iðrast fyrir ekki eftir nein andleg spor eða vegsummerki. Það er engin skallaslöður stafur til að klæðast, nú eða í eilíðinni. Þegar við iðrust á einlegum ásetningi er öll synd okkar ekki aðeins hluti hennar negld á krossin í óeinlegri merkingu. Við berum ekki lengur andlegar afleiðingar hennar. Eftir við miðrast erum við ekki lengur skuldbundir réttbúsinni því Jesús hefur greitt skuldina. Hann sýknar okkur frá verðskuldari refsingu. Okkur er fyrirgefið. Hjörtu okkar og hendur eru hreinsuð og Drottinn minnist ekki synda okkar lengur. Drottinn Guð okkar er hetja. Hann mun frelsa og hann gleðjast yfir okkur. Í þriðja lagi þá skilur Jesús Kristur áskorunir okkar. Því hann hefur ekki aðeins tekið á sig syndir okkar, heldur líka sorgir okkar, sjúkdóma og breiskleika. Af því að Jesús Kristur þoldi hinna altæku friðþægingafórn, þá hefur hann fullkomna samhúð með okkur. Hann getur sefað angist okkar og boðið ljúfan frið fyrir bón okkar. Hann og aðeins hann getur skoðað alla þætti sem móta hver við erum. Erðir okkar, vitsmunalega getu, hefðir, reynslu,
hugafar og tilfinningalegt ástand og allar aðrar aðstæður sem hafa áhrif á hver við erum. Hann og aðeins hann mun að endingu dæma okkur samkvæmt verkum okkar, samkvæmt því sem hjörtu okkar þrá. Vegna Jesú Krists getur og verður allt leiðrétt sem ósanngjarnt í lífinu. Hann mun helga þrengingar okkar okkur til góðs. Hann mun vera okkur til bjargar í okkar dýpstu neyð. Hann mun fyllast af sætu beiskan bikar. Hann mun áreiðanlega og stöðugt gera okkur heil. Ef við leyfum það, munum við engar þrengingar líða nema þær hverfi í fögnuðu Krists. Einblínum á Það mun færa gleði og skýrleika í líf okkar að einblína á frelsaran, óendanlega friðþægingu hans og það sem hann hefur gert fyrir okkur, sama hversu mörg önnur áhyggjuefni við höfum. Það ástæða þess að spámenn fyrr og síðar hafa alltaf leitt okkur til Krists. Þið muni kannski að Russell M. Nelson forseti kendi. Hvaða spurningar eða vandamál sem þið hafið, þá svarið alltaf að finna í lífi og kenningum Jesú Krists. Eins og Dallin H. Oaks forseti sagði, hinn lifandi spámaður Drottins í dag, Jesús Kristur vegurinn. Þið þurfið ekki að vera eins og litli hundurinn okkar leiti, ráðvillt, yfirbúð og vonlaus. Þegar þið standið frammi fyrir ofmörgum boltum, þið þurfið ekki að skríða aftur upp í rúmið og hnipra ykkur saman. Í staðinn skuluð þið hafa augu á boltanum, einblínið á frelsaran. Leitið þeirra dýrmætu gjafa sem friðþæging hans megnar að gefa. Þá getið þið sungið með börnunum af gleði og fullvissu. Ég mun hlýða Jesú, hér á jarðar veg. Hann fer aldrei burt frá mér, þótt falli ég. Mátt sinn mér hann gefur, ef mér mæðir á. Dag hvern mun ég dafna vel og dýrð hans sjá. Vegna þess að Jesús Kristur gerði friðþæginguna veruleika, og hefur hann máttinn til að hjálpa ykkur á jarðnesku ferðalagi ykkar og endurleysa ykkur frá dauða, bæði líkamlegum og andlegum. Minnist gleðilegs boðskapar páskana, dag hvern, með því að hugleiða hvern dag þær blessanir sem við hljótið vegna hans. Af hjarta heilu trúðu á hann, já helgan frelsarann. Þennan páskadagsmorgun vil ég bæta vitni mínu við. Þá miklu og undursamlegu ást föðurins og sonarins sem ásannaðist með komu lausnarans í heiminn. Jesús Kristur upprísan á lífið, hinn eingetni föðurins, hið verðuga lamb sem deytt var, lausnari okkar, frelsari okkar, málsvari okkar, hinn upprísni drottin. Hann lifir, þótt eitt sinn hafi dáið hann, í nafni Jesú Krists. Amen. Kæru bræður og systur, þau forréttindi að fá að tala til ykkar á þessum páskadegi gerir mig auðmjúkan. Ég bið þess að andi drottins verði með ykkur og með mér á þessari helgu stundu og haldi áfram að kenna og innblása okkur við komum saman sem lærisveinar Jesú Krists til að tilbiðja hann. Í sumum heimshlutum kastar fólk kveðju á hvert annað á sérstakann hátt á páskadagsmorgni. Páskakveðjan, einnig þekkt sem páskagleðikveðja eða páskadagskveðja, siður meðal margra kristina. Sá sem heilsar segir, Kristur risinn. Hinn aðilinn svarar, sannarlega hann upprisinn. Þetta meira en bara einföld kveðja eða yfirlýsing. Verið að halda upp á hina guðlega gjöf sem himneskur faðir gaf okkur. Skilningurinn á því sem Jesús Kristur býður með friðþægingu sinni og upprisu færir okkur öllum huggun, frið og fullvissu. Án altækra friðþægingar Jesú Krists
hefði engin von að snúa aftur til himnesks föður. Án uppreisu hans væri dauðinn endir alls. Frelsarinn Jesús Kristur staðfesti guðlegan tilgang friðþægingar sinnar með því að segja: ef þér viljið koma til mín, skuli þér öðlast eilíft líf. Armur miskunnar minnar útréttur til yðar, og ég mun taka á móti hverjum þeim sem koma vill. Og blessaðir eru þeir sem koma til mín. Komið til mín guðlegt boð sem felur í sér að hvar sem þið nú eruð, hvað sem þið takist á við í lífi ykkar, getið þið fundið óendanlega elsku Guðs sem birtist í gegnum son hans Jesú Krist. Vissulega ber himneskur faðir sérstaka elsku til hvers einstaklings sem gerir sáttmála við hann í skírnarvatni. Sú guðlega elska dýpkar þegar fleiri sáttmálar eru gerðir í húsi drottins og eru trúfastlega haldnir. Ég og Natalie höfum upplifað þessa guðlega elsku á mjög erfiðum tíma í lífi okkar sem eiginmaður og eiginkona og eilífir félagar. Við höfum verið blessuð með 10 börnum. Þegar ég minntist á þetta, spyr margt yngra fólk: hvernig? Ég svar þá: svona þetta einfaldlega. Við höfum upplifað dauða 4 barna okkar í upphafi hjónabands okkar. Eftir andlát 3 barna okkar veltum við Natalie fyrir okkur af hverju og spurðum okkur sjálf svo margar spurninga, líkt og spámaðurinn Joseph Smith spurði í Liberty fangelsinu: himneski faðir, hvar ert þú? Heyrið þú hróp okkar og bænir? Við komumst brátt að því að þetta voru ekki endalok raun okkar þegar Alan Mutombo, 9 mánaða gamalt barn okkar, lést. Ég fann hann í vöggunni sinni. Ég hélt á líkama hans í fanginu og grét og bað kraftaverk. Hins vegar, eins og þið vitið, þá var áætlun Guðs fyrir okkur fullkomin og þann dag ákvað hann að taka Alan aftur til sín. Bænir mínir breyttu ekki huga hans og vilja. Og til að bæta enn frekara við þessa áskorun, þá komu stórfjölskyldu okkar saman eftir jarðarförina á ákveðu, án þess að ráðfæra sig við okkur, að hefðin væri sú að ég og Natalie skildum og báðu mig að fara með ægur eiginkonu minnar út fyrir húsið, því við höfðum mist mörg börn. Ég fór inn í húsið og baða til himnesks föðurs styrk til að takast á við þetta mótlæti. Texti þessa dámsamlega sálms lá þeim kom upp í huga minn: hvar finn ég frið og ást? Ég myndist líka orðana mustris innsiglun okkar og lofarðana sem við gáfum Guði og hvort öðru. Ég fann fyrir miklum friði og fullvissu að ég og Natalie værum dóttir og sonur ástríks og umhyggjusams himnesks föður. Ég fann elsku frelsarans og hönd hans lyfta mér upp. Ég kom tómhentur út úr svefnherberginu og sagði við fólki sem þar var: því miður, en Natalie eilífur förunautur minn. Við keppum saman að því að byggja upp eilífa fjölskyldu og frelsarinn hjálpar okkur að ná því. Þau stóðu gegn ákvörðun minni, en það styrkti mig í að iðka trú á Jesú Krist. Spámaður okkar Dallin H. Oaks forseti kendi okkur lærisveinhlutverk okkar og sáttmálssamband við himneskan föður og frelsara okkar Jesú Krist og sagði, tilvitnun, að fylgja Kristi ekki kæruleysisleg iðkun eða eitthvað sem við gerum stundum.
Það viðvarandi skuldbinding og lífsháttur sem ætti að vera leiðandi í öllum stundum og allstaðar. Kenningar hans og fordæmi skilgreina veg sérhvers lærisveins Jesú Krists. Ef fylgjendur frelsarans héldu sáttmála sína, verða þeir að skilja eftir það sem hann sagði vera mikilsmetið meðal manna. Kraftaverkið sem ég og Natalie báðumst fyrir gerðust eftir að við stóðum með sannleikanum og ljósinu sem í Jesú Kristi. Við hlutum sterka staðfesting að Kristur vinnur kraftaverk í samræmi við trú okkar á hann. Stundum ganga hlutirnir ekki upp í jarðlífinu eins og við vonumst eftir og stundum þörfnumst við þeirra trúar á Jesú Krist að allt mun ganga upp að lokum. Nú gætu þér sagt, ég tekst ekki á við sömu áskorun, hvernig á þetta við mig? Í þessu jarðneska lífi mun hvert okkar takast á við okkar eigin myrkru daga, stundir þar sem hlutirnir ganga ekki eins vonast var eftir. Þegar þið standist frammi fyrir þessu sorgarmyrkri, minnst á þessa dimma dags þegar Jesús Kristur var auðmýktur og barinn, misnotaður, honum formælt og lyft upp á krossin fyrir þig og mig. Sá dagur var fylltur ömurlegri og tærandi sorg sem nísti sál þeirra sem elskuðu og heiðruðu Jesú Krist. En örlög þessa dags vörðu ekki að eilífu. Örvæntingin var ekki varanleg því á sunnudeginum sigraðist hinn uppreisni frelsari á fjötrum dauðans. Svo sama hversu myrkir dagar ykkar eru, munið þá að sunnudagur mun renna upp. Ef þið haldið trúfastlega sáttmálana sem þið gerðuð við Drottinn. Áætlun himnesks föður fyrir okkur hamingja nú og eilíf gleði í návist hans. Hann gefur okkur lögmál og boðorð og gerir sáttmál við okkur til blessunar. Þrá hans tilgangur og dýrð að við snúum til hans hrein, hafandi sannreynt að við séum verðug eilífrar gleði í návist hans. Við þekkjum markmið óvinarins. Hann sækist eftir því að allir verði jafnt vansælir og hann sjálfur. Hann vill að við rjúum sáttmála okkar og höllum yfir okkur sorg. Hann staðráðinn í að tortíma okkur. Áætlun Satans oft sögð, gerðu það sem þú vilt núna og taktu afleiðingunum síðar. Hann reynir líka að kenna það séu aldrei neina afleiðingar eða ábyrgð af breytni okkar. Ezra Taft Benson forseti kenndi, hlýðni við Guð hinn mikla prófraun lífsins. Hið mikla hlutverk lífsins að læra vilja Drottins og sína að gera hann. Æðsta boðar lífsins að elska Drottinn. Við getum vaxið að auðmýkt og eflt sáttmálssamband okkar við himneskan föður og frelsar okkar, Jesú Krist, ef við breytum eðli okkar, byggjum lífi okkar á bjarginu, sem frelsarinn Jesús Kristur. Lútum honum í trú og bregðumst við leiðsögn heilags anda að halda trúfastlega þá sáttmála sem við gerðum við Drottinn við skírn okkar og í húsi Drottins. Ég veit að Guð lifir og ég ber vitni að Jesús Kristur. Ég ber vitni að Dallin H. Oaks forseti spámaður Guðs á jörðu. Kristur upprisinn. Hann vissulega upprisinn. Í nafni Jesú Krists. Amen. Sem ungur drengur hafði ég mikinn áhuga á öllu sem tengdist fjársjóðum. Ég var oft niðursokkin í sögur og bíómyndir falda fjársjóði, leynikort og hugraka landkonniði í leit að týndum auðæfum. Þegar ég og bræður mínir heimsóttum afa okkar og ömmu sem bjuggu við rætur Andesfjallana í Mendoza, Argentínu, vörðum við klukkustundum í leit að glansandi steinum á ökrunum sem við brutum í sundur í þeirri von að uppgötva eitthvað afar dýrmætt inni í þeim, aðeins til að finna meira af glitrandi steinefnum en aldrei neitt raunverulegan fjársjóð. Þegar við lærum reikningarnar stöndum við oft frammi fyrir orðinu fjársjóður, oftar en ekki sem viðvörun að einblína ekki á auðæfi eða hverfurleika heimsins. Samt ein reikningargrein sem lýsir nokkuru furðu.
Því meðal allra þessara aðvarana jarðneska fjársjóði talar Drottinn okkur sem fjársjóð sinn. Ég tala þá stund þegar Drottinn ávarpaði spámanninn Móse á Sínaí-fjalli og lýsti yfir að fólk hans yrði honum sérstök eign eða fjársjóður ef það vildi hlýða rödd hans og halda sáttmála hans. Dýpsta þrá himnesks föður okkar að við dveljum aftur hjá honum og njótum eilífs lífs við hlið hans. Verk hans og dýrð að gjöra ódauðleika og eilíft líf mannsins að veruleika. Hann hannaði sáluhjálpar áætlunina til að gera það mögulegt. Hann sendi ástkæran son sinn Jesú Krist til að rjúfa helsi dauðans og friðþægja fyrir syndir heimsins. Sú fórn æðsta tjáning óendanlegrar elsku föður okkar til allra barna hans. Elska himnesks föður og sonar hans, Jesú Krist, ofar öllum kærleika. Enginn á meiri kærleik til okkar. Sem hluta af kærleika hans býður frelsarinn okkur að koma til sín, að velja sig. Hinn uppristni Drottinn sá sami og talaði á Sínaí-fjalli. Hinn lifandi Kristur kallar enn á sáttmálslíð okkar tíma. Með gæskuríkri kennslu sinni til Móse kom Drottinn á þeirri fyrirmynd að hann eignaði sér ekki aðeins börn Ísraelsmanna til forna, heldur alla þá sem þjáðu að verða fjársjóður hans, sáttmálslíður Drottins. Þessi fyrirmynd felur í sér 2 einföld en öflug skilyrði, að hlýða rödd hans og halda sáttmála okkar við hann. Þá verðum við sérstakur fjársjóður og sem slíkur munum við hljóta blessun, styrk og öðlast hylli hans fyrir tilverknað friðþægingar fórnar frelsarans. Russell M. Nelson forseti hefur kennt. Þegar þið og ég höfum gert sáttmála við Guð, verður samband okkar við hann miklu nánara en áður en við gerðum sáttmála okkar. Við erum nú bundin saman. Vegna sáttmála okkar við Guð mun hann aldrei þreytast á viðleitni sinni til að hjálpa okkur og við munum aldrei þurrausa hina náðarsamlegu þolinmæði hans til okkar. Sérhvert okkar á sér sérstaka staði hjarta Guðs. Hann bindur miklar vonir við okkur. Sami Guð og kallaði börn Ísraels kallar okkur núna til að verða sáttmálslíður hans, til að rísa ofar háttum heimsins og til að hljóta blessanir sem aðeins hann getur veitt. Sáttmálstrúfesti gerir meira en að auðkenna okkur sem fólk Guðs. Hún gerir okkur kleift að rísa ofar takmörkunum þessa fallna heims. Dallin H. Oaks forseti hefur kennt að hlýðni við boðorð Guðs sé nauðsynlegt til að geta risið ofar áskorunum lífsins. Varðandi sáttmálana sem binda okkur við okkar himneska föður og son hans Jesú Krist sagði hann: Þegar við heiðrum þessa sáttmála með því að halda boðorð þeirra og fylgja endurlausnar áætlun þeirra, gera hinar fyrir hinnu blessanir þeirra okkur kleift að svífa í himneskar hæðir. Í nútíma opinberun veitir Drottinn fallega lýsingu á því hvernig við getum vitað að hann viðurkennir okkur. Sannlega segi yður að öllum þeim sem vita hjörtu sín einlæg og sundurkramin og anda sinn sár iðrandi og virða fúslega sáttmála sína með fórn, já, sérhverju fórn sem ég Drottinn gef boðum, þeim veiti ég viðtöku. Drottinn biður ekki fullkomnun í einu vettvangi, hann biður fremur heiðarlegt og sundurkramin hjörtu, auðmjúkan anda og fúsleika til að halda sáttmála okkar, jafnvel þegar það krefst fórna. Á sama hátt og fjársjóðurinn sem ég og bræður mínir leituðum að voru aldrei á yfirborðinu, þá það ekki hversdagslegst eða tilviljunarkert að verða fjársjóður Drottins og hljóta guðlega viðurkenningu hans. Það krefst þolinmæði, staðfestu og fórnar.
Við verðum að vera fús til að leggja til hliðar smærri hluti, venjur, metnað eða þægindi sem fjarlægir hjarta okkar frá honum, svo við getum boðið okkur fram algjörlega og skilyrðislaust. Þegar við verðum að fylgja spámanlegri leiðsögn, veljum að fylgja spámanlegri leiðsögn, jafnvel þótt reyni á okkur eða það virðist óþægilegt, sýnum við elsku okkar til Drottins og sýnum að við elskum hann umfram allar veraldlegar þrár. D. Todd Christopherson, forseti, kenndi að þegar við göngum trúföst og erum hlýðin sáttmálum okkar, mun stöðugur straumur blessanna streyma í líf okkar frá Guði. Guðlegur kraftur sem gera okkur kleift að standast þrengingar og jafnvel snúa þrengingum í sigur. Hann útskýrði að þegar við heiðrum sáttmála okkar, fylgi 3 helgar blessanir. Hinir lofuðu ávextir hlýðni verða augljósir. Andinn miðlar ánægju Guðs og við getum tekist á við lífið með von vitandi að við munum ná árangrið að lokum vegna þess að við höfum lofar Guðs til okkar. Höldum lofar Guðs til okkar. Þetta hluti merkinga þess að vera sérstakur fjársjóður Drottins. Hann gerir ekki aðeins tilkall til okkar sem sáttmálslýðs síns, hann styrkir okkur, styður og umlykur okkur með sáttmálskrafti hvert skref leiðarinnar. Ég ber vitni að þegar við hlýðum rödd frelsarans og höldum sáttmála okkar, jafnvel með litlum og hljóðlátum fórnum dag hvern, munum við finna elsku hans dýpra, meðtaka leiðsögn hans skýrar og vegna þess að hann lifir getum við átt á fullvissu að dag einn munum við standa frammi fyrir honum og heyra þau orð sem mestu skipta að hann viðurkenni okkur. Í nafni Jesú Krist. Amen. We are grateful to all who have Við þökkum öllum þeim sem hafa tekið þátt og sérstakar þættir. Þakkir fær The Tabernacle Choir á Temple Square fyrir hina fögru tónlist sem hann hefur flutt þennan morgun. Kórinn mun nú heiðra okkur með Let Easter Anthems Ring. Lokaræðumaður þessa ráðstefnu hluta Dallin H. Oaks forseti. Eftir ræðu hans syngur kórinn Elskið hver annan. Sister Amy A. Wright, fyrsti ráðgjafi í aðalforsetisráði barnafélagsins, mun síðan flytja lokabænina.
Á þessum dýrlega páskadegi hef ég valið að tala fyrst upprisuna sem stólpi trúar okkar. Bókstafleg upprisa Jesú viðfangsefni svo margra ritninga að hún rótgróin kenning fyrir þá sem trúa á Biblíuna og Mormonsbók. Fyrir okkur hin altæka upprisa jafn vís. Mormonsbók kennir andinn og líkaminn munu aftur sameinast í fullkominni mynd sinni. Þessi endurreisn skal öllum hlotnast, bæði öldnum og ungum, bæði ánauðugum og frjálsum, bæði körlum og konum, bæði ranglátum og réttlátum. Ég velti fyrir mér hvort við gerum okkur fyllilega grein fyrir hinu gríðarlega mikilvægi trúar okkar á bókstaflega upprisu allra. Sannfæringin að dauðinn sé ekki endalok sjálfsmyndar okkar breytir heildarsýninni á jarðlíf okkar. Það hefur áhrif á viðhorf okkar til líkamlegra áskorana jarðlífsins. Upprisan gefur okkur heildarsýnina og styrkin til að standast jarðneskar áskoranir sem við og ástvinir okkar þurfum öll að takast á við. Hún gefur til kynna að jarðneskir annmarkar okkar séu einungis tímabundir. Hún veitir okkur líka hugrekki til að takast á við eigin dauða eða ástvina, jafnvel dauðsföll sem kalla mætti ótímabær. Trú okkar á upprisuna hvetur okkur líka til að framfylgja fjölskylduábyrgð okkar í jarðlífinu. Hún hjálpar okkur að lifa saman í kærleika í þessu lífi og vænta gleði fundar og sameiningar í því næsta. Allur þessi sannleikur hefur verið prédikaður á fyrri ráðstefnum. Að lifa verðugur þess að mæta Kristi ekki auðvelt verk. Margir núverandi höfundar segja þann tíma sem við lifum á sem eitraðan, tíma fyrirlitningar eða fjandskapar gagnvart andstæðingunum. Þessi fjandskapur hefur áhrif á mörg ólík sambönd í samfélaginu, þar sem margir ættu að láta stjórnast öðruvísi af sinni kristnu trú. Frelsari okkar, Jesú Kristur, kenndi okkur hvernig við eigum að tengjast hvert öðru. Æðstu boðorðalög málsins kenndi hann að elska Guð og náungan. Aðspurður hver þá náungi minn, svaraði Jesú með dæmisögu, þar sem hann lofaði miskunnaverk samverjans, hóp sem gyðingar einangruðu og fyrirlitu. Kenningar Jesú braut kærleikans náðu þó langt út fyrir samverja. Í fjallaræðinni sagði hann, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvini yðar, blessið þá sem formæla yður og gerið gott þeim sem hata yður og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Hve byltingar kenndar kenningar persónuleg sambönd. Elskið jafnvel óvini ykkar. En hverjir þá óvinir okkar? Full merking óvina í þeim heimildum sem þýðendur Jakobs konungs völdu orðið óvinir felur í sér hernaðarlega óvini og nær jafnvel til allra sem eru virkir í andstöðu hver við annan. Í dag gætum við sagt að okkur sé boðið að elska andstæðinga okkar. Allir dauðlegir menn eru ástkær börn Guðs. Eins og Davíð og Makkei forseti kendi, það engin betri leið til að tjá Guð elsku en að sýna samferðafólki sínu óeigingirni og kærleika. Fyrir mörgum árum var ég vitni að óvanir elsku gagnvart andstæðingi á stíkurráðstefnu. Þegar ég horfði yfir áheyrendurnar áður en fundurinn hófst, fékk ég óvanilega tilfinningum að kalla til ákveðna konu sem klæddist gulum kjóli.
Ég spurði stikuforstan hvort hann tryði því að þessi kona gæti flutt viðeigandi ræðu ef hún væri kölluð til þess. Hann sagðist halda það. Að beiðni minni kallaði hann hana síðar út úr salnum og til að flytja stutta ræðu. Þegar hún steig fram var ég uggandi yfir því hvað hún myndi segja. Hún kynnti sig sem hjúkrunarfræðing sem starfaði við yfirsetu yfir sjúklingum á hjúkrunarheimili fyrir einstaklinga með mikla umhönnunar þörf. Meðal sjúklinga hennar var eitt sem hún lýsti sem viðbjóðslegasta manni sem hún hafði nokkur sinni hitt. Hvert myndi nú þetta leiða, spurði ég sjálfum mig. Hann gerði allt sem hann gat í rúmliggjandi stöðu sinni til að gera hjúkrunarfræðingunum sem önnuðust hann lífi leitt. Meðal annars með ljótu orðbragði. Með því að hrækja á gólfið og móðga þær stöðut á annan anstíkilegan hátt. Og hún fyrirleit hann. Kvöld eitt heyrði hún hávar læti úr herbyggi þessa manns. Hún brást við og hljóp að rúminu hans og fekk áfall við að koma að honum föllnum út úr rúminu, þar sem hann engdist í glerbrotum, vökva og blóði. Á þeirri stundu kom mikil umbreyting yfir hana. Hún skynjaði næstum rafmagnaðan kærleiksstraum frá himneskum föður til þessa manns. Hún sá hann sem barn Guðs. Þegar hún kraup og hélt hann í fangi sínu og reyndi að hugga hann, sagði hann: Ég vil fara heim. Ég vil bara fara heim. Á stuttum tíma liðnum var hann dáinn. Hún bar vitni að hún hefði fengið að sjá fyrirlitin Óvin sem barn Guðs væri ein andlegasta reynsla lífs hennar. Fyrir mig var þetta leksía sem ég þurfti að læra elsku himnes föður til allra barna sinna. Þessi leksía getur umbreytt okkur öllum í að sjá hvert annað sem barn Guðs, sem tilheyra hvert öðru. Mörgum árum síðar lýsti Howard Hunter forseti þessari sömu elsku Guðs til barna sinna. Hann sagði: Sá heimur sem við lifðum í myndi hafa mikinn hag af því að karlar og konur hvarvetna iðkuðu hina hreinu ást Krists, sem ljúf, mild og lítillát. Hún hefur ekkert rúm fyrir fordóma, óvild eða ofbeldi. Hún hvetur ólíkt fólk til að lifa saman í kristnum kærleika, óháð trúarskoðunum, kynþætti, þjóðerni, fjárhagi, menntun eða menningu. Hvert og eitt okkar getur lagt sig fram við að fylgja frelsara okkar í kenningu hans það hvernig við getum tengst hvert öðru. Þetta þýðir ekki að gefa upp gildi okkar. Sáttmálarnir sem við höfum gert staðsetja okkur óhjákvæmilega sem trúfasta þátttakendur í hinni eilífu baráttu milli sannleika og villu. Við vegum og metum hinar ýmsu skyldur okkar. Þessi jafnvægislist ekki auðveld. Þegar við leitumst við að halda öll boðorðin í okkar persónulega lífi, erum við stundum sökuðum að elska ekki þau sem að gera það ekki. Þegar við sýnum persónulegan kærleika og styðjum kært málefni, það stundum miskilið sem að við séum að gefa í skyn stuðning við niðurstöður sem í andstöðu við aðrar trúarlegar skyldur okkar. Við sem fylgjendur Krist ættum þó að leitast við að lifa í friði og kærleika með öðrum börnum Guðs sem hafa ekki sömu lífsskildi og við og hafa ekki þær sáttmálaskyldur sem við höfum tekið okkur á hendur. Í lýðræðislegri skipan ættum við að leitast við að sýna sanngirni öllum til handa. Í ótal aðstæðum víkur tortryggni, ókunnur eða jafnvel fjandskapur fyrir vináttu eða jafnvel elsku þegar persónuleg samskipti leiða af sér gagnkvæma virðingu.
Spámaðurinn Joseph Smith kendi að við ættum að úthella kærleika yfir alla menn. Talandi frelsara okkar þá skrifaði Jóhannes postuli: Við elskum því að Guð elskaði okkar að fyrra bragði. Við getum fylgt fordæmi Jesú Krist sem fyrirmynd okkar með því að velja að elska aðra, jafnvel þó þau sýni okkur litla eða enga elsku. Hann sagði: Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Friðflytjendur. Hver það mun breyta heiminum ef fylgjendur Krist létu af óvægnum og særandi orðum í öllum samskiptum sínum. Á aðalráðstefnu skoraði Russell M. Nelson forseti á okkur að velja að vera friðflytjendur núna og alltaf. Hvernig getur ein manneskja verið friðflytjandi? Biskup sem leitast við að lækna hjónaband í vanda eða leysa persónlegan ágreining, hann vinnur að friði. Piltar og stúlkur eru friðflytjendur þegar þau sleppa skammvinnri ánægju athafna sem þjóna eigin hagsmunum og taka þátt í þjónustuverkefnum og öðrum góðverkum. Einstaklingar sem leitast við að draga úr mannlegum þjáningum og einstaklingar sem vinna að því að auka skilning meðal mismunandi fólks eru einnig mikilvægir friðarverkamenn. Það á líka við trúfastar mæður og feður sem annast sín eigin börn af kærleika eða taka börn í fóstur og ala þau upp í réttlæti, frekar en að skilja þau eftir til að vera sár og sköddu af syndum annarra. Trúboðar okkar leitast við að vera friðflytjendur. Þeir boða auðrun vegna persónulegrar spillingar, græðgi og kúgunar, því aðeins með einstaklingsbundnum umbótum getur heilt samfélagið að lokum risið ofar slíku illvirki. Með því að bjóða öllum að iðrast og koma til Krists, vinna trúboðar okkar að friði með því að hjálpa einstökum körlum og konum að koma til Krists og upplifa breytingu hjarta og hegðunar. Við skulum, bræður og systur, sem fylgjendur Krist, fylgja honum með því að forðast þrætur og nota tungumál og aðferðir friðflytjenda. Forðumst vægðarlausa og hatursfulla hluti í fjölskyldum okkar og í öllum persónulegum samböndum. Við skulum leitast eftir því að vera heilug eins og frelsarinn okkar. En í hans heilaga nafni ber ég vitni í nafni Jesú Krists. Amen.
Our dear Heavenly Father, Kæri himneski faðir, við njótum orðana á þessum helga páskadagsmorgni, við þökkum þér kærlega og syni þínum, frelsara okkar, sem var fús til að fórna öllu fyrir okkur. Að við megum meðtaka blessanir, ómetanlega blessanir, sem við eigum ekki skilið, og hve við elskum hann. Himneski faðir, við vitum að það mikil þörf í heiminum. Við bið þess, við megum sína meiri kærleika, við reynum að þjóna þeim sem að þurfa mestu hjálpina. Við biðum þess, himneski faðir, við kennum og berum vitni fagnaðarerindi Jesú Krist allan heim, að þeir sem heyri orð okkar, að þau megi kannast við þau og hjörtu þeirra verði tilbúin að meðtaka. Að þau megi einnig fá vonum hinna dýrlegu upprisu í nafni. Við vitum að hann lifi og hann kemur aftur. Við biðjum þess í hins heilaga nafni, frelsar okkar, Jesú Krist. Amen. This has been a broadcast of the Sunday morning session of the 196th Annual General Conference of the Church. Hluta sunnudagsins 197. Fyrir aðalráðstefnu kirkju Jesú Kristi síðardaga heilögu. Ræðumenn voru valdir á hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flutti The Tabernacle Choir á Temple Square. Öllum velkomið að skoða og miðla boðskap þessarar og annara ráðstefna sem finna má á churchofjesuschrist.org. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldum eða í kirkju. Copyright 2026 Intellectual Reservice Incorporated, all rights reserved.